Ágæti skólameistari, brautskráningarefni, starfsfólk, aðstandendur og aðrir gestir sem eru með okkur hér í salnum eða fylgjast með í gegnum fjarfundabúnað. Hjartalega velkomin á brautskráningu Verkmenntaskóla Austurlands. Fyrir þá sem ekki vita, þá heiti ég Guðný Björg Guðlaugsdóttir og mun stýra athöfninni hér í dag. Við ætlum að eiga hér saman góða stund til að fagna þessum tímamótum. Í ár fögnum við 40 ára afmæli skólans og því markar brautskráningin í dag sérstök tímamót. Til að halda upp á afmælið munum við efna til afmælisfagnaðar á haustdögum. Við byrjum dagskrána í dag á ræðu aðstoðarskólameistara og býð ég Pétur Lind Sigurðardóttur velkomna á svið. Kæru útskriftarefni, starfsfólk, gestir og þeir sem fylgjast með athöfninni í gegnum streymi. Verið hjartanlega velkomin til brautskráningar í Verkmenntaskólanum okkar. Í dag svo sannarlega stór dagur og það er mjög mikill heiður að fá að standa með þessum glæsilega hópi útskriftarnema og vil ég því byrja að óska ykkur öllum innilega til hamingju með árangurinn ykkar og þá vinnu sem að þið hafi lagt í námið síðastliðin ár. Gleðilega hátíð. Þessi dagur sérstakur að svo mörgu leyti. Hér fyrir aftan mig sitja nú einstaklingar úr ólíkum áttum og með ólíka reynslu að baki. Við erum hér með nemendur sem stigu fyrst inn í VAFA fyrir 3 árum, strax að lokinni grunnskólaútskrift og ljúka nú námi sínu hér í dag. Hér sitja einnig nemendur sem sýndu mikla þrautseigju og hugsuðu jafnvel á einhverjum tímapunkti að þessi stund myndi aldrei renna upp. Hérna líka hópur sem tók það stóra skref að snúa aftur í nám eftir langa veru á vinnumarkaði ásamt nemendum sem áður höfðu gengið brotna göngu og menntaveginum, hvort sem var að ræða í grunnskóla eða í framhaldsskóla. Það að fá fylgjast með þessu fólki vaxa er einmitt það skemmtilegasta við að starfa í skólasamfélaginu. Að sjá nýnema koma inn í skólann sem unglingar en útskrifast sem fullorðna einstaklinga. En það er líka gaman að fylgjast með fólki sem taldi skólagöngu sína fyrir löngu búna, skrá sig aftur í nám og finna aftur trú á sjálfu sér, eigin getu og vaxa leið sem einstaklingar. Og talandi að vaxa, þá eru fjölmörg tækifæri í VAFA til þess að vaxa og dafna. Það fer allt eftir vilja og áhuga hvers og eins hversu mörg skref viðkomandi vill taka í þeim efnum. Það er hægt að vera virkur nemandi á ýmsa vegu, það er hægt að taka þátt í félagslífi, sitja í nefndum á vegum skólans, líkt á umhverfisnefnd eða jafnréttisnefnd, aðstoða við uppsetningu á viðburðum eins og okkar stærsta viðburði sem er tæknidagur fjölskyldunnar, taka þátt í leiksýningum, söngvakeppnum og hvað eina. En það sem stendur mér næst í minni vinnu í VAFA þegar kemur að vaxa og dafna eru tækifærin sem að skólinn okkar veitir nemendum okkar í gegnum erlent samstarf. Við höfum verið með aðild að Erasmus+ áætluninni síðastliðin ár sem gefur okkur tækifæri á að bjóða nemendum okkar erlendis til lengri og styttri tíma. Menntun, hún á aldrei að snúast eingöngu það sem gerist innan veggja skólastofunnar og í heimi sem verður sífellt alþjóðlegri þá skiptir miklu máli að þróa færni og hæfni sem undirbýr nemendur fyrir síbreytilegt samfélag og vinnumarkað á 21. öldinni. Það er stórkostlegt að fara í ferðir með nemendum erlendis sem eru með ólíkan bakgrunn og þó að styðstu ferðirnar okkar séu einungis viku langar þá horfir maður á nemendur læra að treysta á sig sjálf, aðlagast nýjum aðstæðum, stíga út fyrir þægindarammann og öðlast leið dýrmæta reynslu sem mun bæði nýtast í námi og starfi. En ég trúi því persónulega staðfastlega að þetta sé ómetanlegt bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið okkar í heild sinni. Í dag ætlum við að útskrifa 48 nemendur af 12 námsbrautum. Þið heyrðu rétt, ég sagði 12 námsbrautir í litla skólanum okkar. Þetta gríðarlega fjölbreytta námsframboð er einn mesti styrkleiki skólans. Skóla sem þarf að bregðast við og þróa námsframboð í takt við nærsamfélagið okkar á Austurlandi og þarfir þess. Hlutverk VAFA í okkar samfélagi er gríðarlega mikilvægt.
Undanfarin ár þá höfum við verið með 120 nemendur í dagskóla en þegar allt nám er tekið saman, fjarnám, helgarnám, dreifnám, þá nær nemendafjöldinn alla jafna upp í 500. Og það sýnir vel hversu mikilvægt það er að hér sé til staðar skóli sem getur mætt fólki á ólíkum tímum í lífinu með ólíkar þarfir og ólík markmið. En skóli eins og Vaffa, hann verður aldrei sjálfsagður hluti af samfélaginu. Við þurfum að hlúa að skólanum okkar, við þurfum að styðja við hann, við þurfum að tala vel hann og styrkleiki skólans, hann felst ekki aðeins í námsframboðinu á þessum 12 námsbrautum sem við erum að útskrifa af hér í dag, heldur líka í nálægðinni, persónulegu þjónustunni og því skólasamfélagi sem hér hefur byggst upp. Hér þekkjum við nemendur okkar, hér skiptir hvert og eitt þeirra miklu máli og það er eitthvað sem við megum vera stolt af og halda áfram að vernda og efla til framtíðar öll í sameiningu. Kæru útskriftarnemar, það er auðvelt að hugsa útskrift sem ákveðin endapunkt og ég man sjálf eftir að hugsa það sama þegar ég loksins setti upp mína stúdentshúfu eins og nú væri einhverju lokið. Og ég hugsaði líka það sama þegar ég setti upp þegar ég mætti í útskriftina í mínu háskólanámi. Og nú myndi ég sannarlega vita hvað tæki við, af því ég var alltaf að haka í box og tjekka við eitthvað. En ég er búin að læra það hins vegar síðustu ár að við erum aldrei að ljúka neinu. Það er aldrei neitt búið, fullmótað eða tilbúið, af því að þannig virkar lífið hreinlega ekki. Menntun, hún er vegvísir, alveg eins og við nýtum okkur Google Maps þegar við þurfum að spyrja til vegar. Menntun er vegvísir, hún er ekki endastöð og menntun er vegvísir sem á að ekki að færa okkur öll heimsins svör, heldur á að hjálpa okkur að spyrja nýrra spurninga og leita að einhverju nýju, takast á við breytingar á okkar vegferð. Hún veitir okkur ótal tækifæri og það er okkar að vera vakandi fyrir því að stökkva á það sem okkur þykir spennandi hverju sinni. Og það sem þau eru að fara að gera hér í dag, að setja upp húfuna góðu, það opnar bara dyr. Kæru útskriftarefni, nei. Síðasta blaðið. Nú undir lokin langar mig að tala til nemenda og ég vil fyrir hönd okkar sem að störfum í Vaffa þakka fyrir ykkar framlag til skólans og megið þið njóta ykkar í hverju því sem að þið takið ykkur fyrir hendur. Þið munið eflaust ekki allar kennslustundirnar og ekki allar einkunnirnar en ég vona svo sannarlega að þið munið hvernig er að tilheyra í skólasamfélaginu okkar. Ég óska ykkur öllum innilega til hamingju með áfangan og vona að þið njótið dagsins og kvöldsins með stolti, gleði og fólkinu sem stendur ykkur næst. Gefið þeim gott klapp. Næst á svið fáum við tónlistaratriði og það er Þór Theódórsson, nemandi okkar við skólann sem að syngur fyrir okkur lagið Vor í Vaglaskógi eftir Jónas Jónasson með texta Kristjáns frá Djúpalæk og það er Júlíus Óli Jakobsen sem ætlar að spila undir fyrrum nemandi Vaffa. Gefið þeim gott klapp, endilega. Kvöldið er okkar og vorum Vaglaskó. Við skulum tjalda í grænum berjamó. Leiddu mig vinur í lundin frá í gær. Lindin það niðar og byrgir Ísland grær. Leikur í ljósum, lokkum á hangandi rásum. Leikur í ljósum, lokkum hinn vakandi blær. Dagperlur glitra
Næstur á svið er Þórður Vilberg Guðmundsson, formaður skólanefndar VAFFA. Gjörðu svo vel, Þórður. Útskriftarnemendur, skólameistari, starfsmenn og aðrir gestir. Fyrir hönd skólanefndar Verkmenntaskóla Austurlands færi ég öllum útskriftarefnum dagsins innilegar hamingjuóskir með þann stóra áfanga sem þau fagna hér í dag. Að ljúka námi er alltaf merkileg tímamót. Fólki sem situr hér fyrir aftan mig hefur allt lagt á sig ómælda vinnu síðustu ár til að ná þessum áfanga og það er góð tilfinning að sitja hér á þessum stað og vita að uppskera erfiði síðustu ára er að skila sér. Á stundum sem þessari er þakklæti okkur efst í huga. Samfélagið okkar hér í Fjarðabyggð og Austurlandi öllu getur verið þakklátt fyrir Verkmenntaskóla Austurlands og það starf sem þar er unnið. Skólinn okkar hefur svo oft sýnt hve mikið er í hans spunnið og hann hefur nú í 40 ár sett mark sitt á samfélagið. Við erum þakklátt fyrir að við skólan okkar starfar samheldinn og öflugur hópur starfsfólks sem allt sem eitt leggur daglega lóð sín á vogarskálarnar við að gera Verkmenntaskóla Austurlands að öflugum og framúrskarandi skóla þar sem hagsmunir nemenda eru ávallt hafðir að leiðarljósi. Mig langar að nota þetta tækifæri fyrir hönd skólanefndar og þakka stjórnendum skólans og öllu starfsfólki kærlega fyrir þeirra framlag. Það er okkur ómetanlegt. Dagurinn í dag er ekki síður uppskeru og fagnaðarhátíð fyrir þau. Mig langar þess að biðja ykkur að gefa þessum hópi sem á stórum hluta situr hér inni gott klapp, þau eiga það skilið. Og ekki síst erum við þakklátt fyrir að á hverjum tíma starfar við skólan okkar öflugur hópur nemenda. Fólks á öllum aldri með alls konar bakgrunn sem allt sem eitt er órækur vitnisburður það öfluga og góða starf sem framfer innan veggja skólans. Hluti af þeim hópi fagnar hér með okkur í dag og fagnar því að ljúka þessum kafla. Önnur sem ekki eru hérna núna munu mæta galvöst til leiks með okkur í haust og halda áfram að starfa við skólan og einnig mun nýr hópur bætast við sem hefur nýjan kafla í lífsgöngu sinni við Verkmenntaskólann. Við eigum þess að vera þakklátt fyrir Verkmenntaskóla Austurlands og eigum að vera stolt af því starfi sem innan veggjar skólans er unnið. Við eigum að vera með kassan úti, tala skólan okkar upp og hjálpa honum þannig að vaxa og dafna. Góði gestir, það var vorið 2022 sem ritað var undir viljayfirlýsingu vegna stækkunar á verknámshúsi skólans. Síðan eru liðin 4 ár. Ég hef síðan þá komið hingað upp árlega og talað mikilvægi þess að vinna fara að hefjast við verknámshúsið. Það hafa því verið vonbrigði að enn eru engar vísbendingar uppi að ríkisvaldið ætli sér að standa við þessi fyrirheit. Skólameistari og formaður skólanefndar hafa ítrekað reynt að ná eyrum ráðuneytisins að undanförnu en án árangurs. Engin svör hafa borist við ítrekum fundarbeiðnum. Þetta er sorgleg staða. Það er þekkt stærð að samfélagið í Fjarðabyggð leggur mikið til samfélagsins, verðmætasköpunin er gríðarleg og tekjur í sameiginlega sjóði sem héðan koma eru miklar. Á tyllidögum er okkur hampað og jafnvel klappað á bakið fyrir dugnaðinn, en þegar kemur að því að útdeila þessum sömu peningum úr sameiginlegum sjóðum höfum við svo sannarlega ekki uppskorið í sama mæli og við leggjum inn. Á því virðist ekki vera að verða nein breyting. En nóg það, kæru útskriftarnemar, þetta er dagurinn ykkar. Þið standið nú á tímamótum, sum ykkar gangið þér út með starfsréttindi upp á vasann og haldið út í atvinnulífið, aðrir huga væntanlega frekar að námi. Sama hvaða leið þið farið, munið þið alltaf búa að því námi sem þið hafi nú þegar lokið og ekki síður þeirri reynslu og þeim minningum sem síðustu ári í Verkmenntaskólanum hafa skilið eftir sig. Að fenginni reynslu finnst mér einnig mikilvægt að minna ykkur á að hvað sem þið takið ykkur fyrir hendur í framhaldinu að gera það á ykkar eigin forsendum. Prófið það sem ykkur langar að gera, ekki það sem þið haldið að aðrir vilja að þið gerið. Það á nefnilega bæði við atvinnulífið og frekara framhaldsnám að möguleikarnir eru margir, nánast óþrjótandi og það er mikilvægt að hver og einn fái tækifæri til að finna það sína hillu á sínum forsendum. Það getur tekið tíma en það hefst að lokum. Kæru útskriftarnemar, fyrir hönd skólanefndar óska ég ykkur enn og aftur innilega til hamingju með daginn. Horfið stolt í baksins í spegilinn á þann árangur sem þið hafið náð og munið að þó að nóg sé framundan og verkefnin sem þið ætlið að taka ykkur fyrir hendur séu krefjandi, er lífið allt of stutt til að fagna ekki góðu stundunum.
Fagnið því vel í dag með ykkar fólki, njótið árangurs erfiði seinustu ára og morgun farið þið svo út og sýnið heiminum hvað þið getið. Takk fyrir. Nú komið að stundinni sem allir hafa beðið eftir, sjálfur útskriftinni. Í dag útskrifu 48 nemendur af 12 námsbrautum. Ég mun lesa útskriftarefninu upp í stafrófsröð og endilega klappið fyrir hverju og einu. Verðlauna og viðurkenninga verður getið á sama tíma. Ár hvert gefur Sjúkraliðafélag Austurlands sjúkraliðum í hópi brautskráningarnema lykil og rós frá félaginu. Alexander Hrói Sigurjónsson útskrifast af starfsbraut. Hann er ekki hér í dag. Andri Hrannar Magnússon, hann útskrifast úr húsasmíði og fær viðurkenningu fyrir mjög góða námsárangur í húsasmíði. Aníta Arnbjörg Haraldsdóttir útskrifast sem leikskólaliði. Anna María Sigurðardóttir útskrifast af opinni stúdentsbraut og hún fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi. Anton Bjarni Vilhjálmsson útskrifast af opinni stúdentsbraut. Arnar Jakobsen útskrifast úr rafvirkjun og með viðbótarnám til stúdentsprófs og hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi. Atli Vilhelm Hjartarson útskrifast úr iðnmeistaranámi. Árni Fjalar Óskarsson útskrifast úr húsasmíði og hann er ekki með okkur hér í dag. Ásgeir Ingi Unnsteinsson útskrifast úr húsasmíði og hann er heldur ekki hér í dag. Baldur Einar Jónsson útskrifast af opinni stúdentsbraut og hann er heldur ekki hér í dag. Brynja Sif Gísladóttir útskrifast af sjúkraliðabrú og hún fær viðurkenningu fyrir góða námsárangur í sjúkraliðagreinum. Hún er heldur ekki hér. Dóvil Ring útskrifast sem stuðningsfulltrúi og hún er ekki hér. Einar Þorgeir Garðarsson útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs. Elísabet Anna Brynjudóttir útskrifast sem leikskólaliði. Hún er ekki hér í dag. Elísabet Líf Theodórsdóttir útskrifast af opinni stúdentsbraut. Eivör Rán Ívarsdóttir útskrifast úr húsasmíði og með viðbótarnám til stúdentsprófs. Hún fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi, auk verðlauna fyrir framúrskarandi námsárangur í húsasmíði. Finnur Örn Ómarsson útskrifast með B-stig í vélstjórn og hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi.
Fjóla Margrét Markan útskrifast sem leikskólaliði. Hún er ekki hér í dag. Freyr Sveinsson Sóga útskrifast af opinni stúdentsbraut og hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi og fyrir að vera í Gettu betur liði skólans 2 ár í röð. Gígja Þöll Rannveiardóttir útskrifast sem leikskólaliði. Hún er ekki hér í dag. Greta Júlíusdóttir útskrifast sem stuðningsfulltrúi. Guðmundur Ari Arason útskrifast úr húsasmíði. Hann er ekki hér í dag. Hafrún Katla Aradóttir útskrifast af opinni stúdentsbraut. Hún fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi og viðurkenningu fyrir þátttöku hennar í umhverfisnefnd skólans öll árin hennar í Vaffa. Að auki hlýtur hún viðurkenningu fyrir góða námsárangur á stúdentsprófi auk menntaverðlauna Háskóla Íslands. Hafsteinn Jökull Þorgeirsson útskrifast með B-stig í vélstjórn og hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi. Haukur Eron Heimisson útskrifast úr húsasmíði. Heiðdís Líf Fannarsdóttir útskrifast með B-stig í vélstjórn. Hólmfríður Ósk Þórisdóttir útskrifast af sjúkraliðabraut og með viðbótarnám til stúdentsprófs. Hrefna Ágústa Marinósdóttir útskrifast af opinni stúdentsbraut og hún fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi og í félagsstörfum á vegum skólans. Ingibjörg Haraldsdóttir útskrifast sem leikskólaliði. Hún er ekki hér í dag. Jóhanna Dagrún Daðadóttir útskrifast af opinni stúdentsbraut. Hún fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi, fyrir þátttöku í Gettu betur liði skólans öll árin hennar í Vaffa og fyrir þátttöku í umhverfisnefnd skólans. Júlíus Laxdal Pálsson útskrifast með B-stig í vélstjórn. Hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi, auk þess að fá verðlaun fyrir góða námsárangur í B-stigi vélstjórnar. Kári Hlíðar Jósefsson útskrifast úr húsasmíði. Hann er ekki hér í dag. Kristófer Smárásson útskrifast úr vélvirkjun. Lilja Lind Gunnlaugardóttir útskrifast úr húsasmíði. Magnús Ari Guðmundsson útskrifast með B-stig í vélstjórn og hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi. Mikael Einar Steindorsson útskrifast af opinni stúdentsbraut. Óli Jóhannes Gunnþórsson útskrifast úr rafvirkjun. Hann er ekki með okkur hér í dag.
Oliver Árni Ólafsson útskrifast úr húsasmíði. Pálmi Kristjánsson útskrifast úr rafvirkjun og með viðbótarnám til stúdentsprófs. Hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í erlendu samstarfi, auk þess að fá verðlaun fyrir góða námsárangur í rafvirkjun. Ragnar Sölvi Einarsson útskrifast úr húsasmíði og hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í félagsstörfum á vegum skólans. Rómi Smits útskrifast úr húsasmíði og hún ekki hér í dag. Stefán Arnórsson útskrifast úr húsasmíði. Steinar Óskarsson útskrifast úr húsasmíði og með viðbótarnám til stúdentsprófs. Þorvaldur Jón Andrésson útskrifast úr húsasmíði og með viðbótarnám til stúdentsprófs og hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í félagsstörfum á vegum skólans. Axel raðaði þessu sem sagt vittlust í stafrósið. Hann átti að vera síðastur. Valdimar Róbert Fransson útskrifast úr húsasmíði. Hann ekki hér í dag. Viktoría Dagna Sigurjónsdóttir útskrifast sem leikskólaliði og hún ekki heldur hér í dag. Viktoría Einarsdóttir útskrifast sem sjúkraliði. Og Vilji Dagur Davíðsson útskrifast úr húsasmíði og hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í félagsstörfum á vegum skólans. Ef ekki að klappa einu sinni enn fyrir öllum þessi glæsilega. Heyrðu, nú komið að því að ég segi ykkur hér með útskrifu frá Verkmenntaskóla Austurlands vorið 2026 og þið megið setja upp húfurnar. Ég held að við stöndum nú upp fyrir þeim. Þið megið setja upp húfurnar, gjörðu svo vel. Nú fáum við annað tónlistaratriði frá þeim Þór og Júlíusi og nú ætla Þór að syngja lagið Stingum af eftir vestfirska tónlistarmanninn Múkisson. Gjörðu svo vel. Það andvöku bjart, himinn kvöld sólaskar. Finnum læk, litla laut, tínum grös, sjóðum graut. Finnum læk, litla laut, tínum grös, sjóðum graut. Finnum göldróttan hval og fyndin sel í smádal. Lækjarnið, lítinn foss, skeinu sár, mömmu koss. Lækjarnið, lítinn
sár mömmu koss. Stingum af í spegilsléttan fjörð. Stingum af smá fjölskylduhjörð. Sem fjúka barnaár upp í loft út á sjó. Verðmæt gleðitár, ellir ró. Hoppum út í bláinn, kveðjum stress og skjáinn. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Stingum af í spegilsléttan fjörð. Stingum af smá fjölskylduhjörð. Sem fjúka barnaár upp í loft út á sjó. Verðmæt gleðitár, ellir ró. Nú mun Hafrún Katla Aradóttir flytja fyrra ávarp fyrir hönd útskriftarnema. Svo mikið af blöðum hérna, sko. Þar pössum sérstaklega upp á að geyma hana hér. Það einhver sem tók hana með sér á sviðinu. Já, ég veit. Þetta náttúrulega stressandi. Við pössum sko svo vel upp á þetta. Þórður, ert þú nokkuð með ræðun hennar Hafrúnar? Ágæti skólameistari, aðstoðarskólameistari, kennarar, starfsfólk, útskriftarnemar og aðrir gestir. Hafrún Katla heiti ég og fékk ég þann heiður ásamt Þorvaldi að halda ræðu fyrir hönd útskriftarnemanna í ár. Ég vil byrja á því að óska öllum hér sem sitja hér til hamingju með þennan stóra áfanga og þakka ykkur hinum kærlega fyrir að koma og gleðjast með okkur hér í dag. Það er mjög skrítið að standa hér í dag. Þessi síðustu 3 í Vaffa hafa liðið ótrúlega hratt. Mér líður eins og það hafi bara verið í gær sem við vorum að mæta á fyrsta skóladaginn þar sem við vissum ekki alveg hvað við værum að fara út í. Útskriftarhópurinn sem kemur hér saman í dag kemur úr ólíkum áttum og við útskrifumst af mismunandi brautum. En við eigum það þó öll sameiginlegt að vera hluti af Vaffa. Skólanum þar sem við fáum svo sannarlega að vera við sjálf, erum ekki bara kennitölur á blaði og tínumst ekki í fjöldanum. Hér þekkjumst við flest með nafni, heilsumst á göngunum og myndum tengsl sem skipta máli. Ég veit að margir tengja við það að eitt það besta við skólagönguna séu tengslin sem hafa myndast milli nemenda og starfsfólk skólans. Starfsfólk Vaffa eru mörg hver eins og vinir okkar og kunningjar, jafnvel fjölskylda. Þau koma fram við okkur eins og jafningja þó þau ala okkur alveg upp þegar þess þarf. En þá finnur maður að það sé raunverulega verið að hugsa mann. Mörg okkar heldur líklega þegar þessi dagur kæmi að þá værum við með allt á hreinu, vissum framtíðina og næstu skref. En þannig það kannski ekki alltaf. Sum okkar vita nákvæmlega hvert þau stefna, en aðrir, eins og ég, eru enn að reyna að átta sig á því.
Mín allra uppáhaldsspurning sem ég hef fengið, sérstaklega núna síðasta árið, er og hvað ætlarðu svo að gera næst? En ég held ég hafi valdið mörgum vonbrigðum með svarinu, ég bara veit það ekki. En ég vil minna ykkur á, kæru útskriftarnemar, að það er alveg í lagi að vita ekki strax hvað maður vill gera. Vera efins og skipta endalaust um skoðun. En munið að aðalatriðið er að velja þá leið sem gerir ykkur hvað ríkust. Nei, ég meina auðvitað hamingjusömust. En ég held að flest okkar getum verið sammála um að eitt af skemmtilegustu minningunum hér úr skólanum séu ekki endilega úr kennslustundunum sjálfum, heldur öllum uppbrotsdögunum og því sem við gerðum saman. Blagleikirnir í íþróttahúsinu þar sem við kepptum móti kennurunum, þar sem við fórum í gönguferðirnar og skíðaferðirnar og allir þessi dagar þar sem við fengum að flippa með kennurunum og hvíla okkur á hefðbundum kennslustundum. Vaffa hefur gefið okkur öllum tækifæri til að prófa nýja hluti, taka þátt í verkefnum, nefndum og alls konar upplifunum, sem hafa kennt okkur meira en bara það sem stendur í námsáætluninni. Ég hef fengið fjölmörg tækifæri hér í skólanum, á alls konar sviðum. Ég hef setið í umhverfisnefnd skólans síðustu 2 ár, tekið þátt í Erasmus-verkefnum, verið í Gettu betur-hópnum, Listaakademíunni og er nú einnig í afmælisnefnd skólans, sem ég mun ekki hætta að svo stöddu þar sem ég þarf að passa upp á að Birgir og Petra haldi nú eitthvað alvöru partí í tilefni af 40 afmælis skólans nú í ár. Þetta eru allt hlutir sem hafa kennt mér mikið og hjálpað mér að vaxa, bæði sem nemenda og manneskju. Ég man þegar að Birgir bað mig að flytja ræðu í útskriftinni. Ég trúði því varla og hugsaði bara af hverju ég. En kannski er það einmitt það sem Vaffa hefur kennt manni, að taka þeim áskorunum og tækifærum sem manni býðst. Það eru blendnar tilfinningar að standa hér í dag og kveðja þann tíma sem við höfum átt í Vaffa. Maður er spenntur fyrir framtíðinni en leið svolítið dapur að þessum kafla sé að ljúka. En umfram allt þá er ég þakklát. Þakklát fyrir fólki sem ég hef kynnst, fyrir allar minningarnar, fyrir kennarana og starfsfólkið sem hafa hjálpað og hvatt okkur áfram og fyrir allt það sem þessi skóli hefur gefið okkur. Ég held að sama hvert við förum næst, þá munum við alltaf bera eitthvað með okkur frá þessum... Já. Ég verð bara heima. Ég nýt þess. Já. Ég ætla að taka það bara, heyrist í mér þá eða, já. Komið, já. Ég ætla bara að taka eftir fram hvað ég er þakklát. Ég er þakklát fyrir allt fólki sem ég hef kynnst, fyrir allar minningarnar, fyrir kennarana og starfsfólki sem hafa hjálpað og hvatt okkur áfram og fyrir allt það sem þessi skóli hefur gefið okkur. Ég held að sama hvert við förum næst, þá munum við alltaf bera með okkur eitthvað frá þessum tíma hér í Vaffa. Til hamingju með daginn, kæru útskriftarnemar, við gátum þetta. Takk fyrir mig.
Hafrún Katla búið með sína 15 mínútna fræð núna held ég. Nú mun Þorvaldur Jón Andrésson flytja seinna ávarp fyrir hönd útskriftarnema. Ég halla mig bara fram. Kæru nemendur, kennarar, skemmtilegt fólk og hinir, veriði velkomin og gaman að sjá ykkur. Mér langar sérstaklega að byrja á því að óska öllum útskriftarnemum til hamingjum með árangurinn. Við skulum klappa fyrir þeim. Mér langar lítið til þess að hafa þessa ræðu eitthvað formlega. Mér langar frekar að hafa hana skemmtilega og svona létta. En ef ég myndi líkja þessari ræðu við Birgi skólameistara þá er hún mjög stutt. En varðandi Verkmenntaskóla Austurlands er þetta frábær skóli. Kannski finnst mér það bara af því að ég hef gengið alla mína skólagöngu í fámennum skóla. En kostur við það er að þá þekkjast allir mun betur og þá eru meiri líkur að kennarar muni eftir manni. En eina vandamáli sem ég hef að setja út á skólakerfið er allt magnið af námsgögnum sem maður þurfti að kaupa. Ég var nefnilega dálítið góður í að tína öllum skólahlutunum sem ég átti. En þá fékk ég góða setningu frá mömmu minni einu sinni þegar ég tíndi hlutum. Og hún er svona: þér þótti greinilega ekki nógu vænt hlutin, þess vegna tíndur hún. En þessi setning hefur setið í mig lengi og mér fannst hún mjög góð. Þangað til ég minntist eina minningu þar sem mamma tíndi mér í bókabúð. En það er vonandi allt önnur ástæða bak við það. En nú fer að síga á seinni hlutan hjá mér, þannig ég vil óska aftur útskriftarnemum til hamingju með árangurinn, þakka kennurum fyrir frábæra frammistöðu og þakka öllum nýjum sem gömlum vinum sem hafa fylgt mér í gegnum námið. Því ég get sagt ykkur það að þessi krakkar sem ég þekkti fyrir og krakkarnir sem ég kynntist í skólanum gerðu námið töluvert auðveldara. Takk fyrir. Nú fáum við síðasta tónlistaratriði frá Þór og Júlíusi. Nú syngur Þór lagið Ég veit þú kemur sem hann flutti á eftirminnilegan hátt í leiksýningunni Þrek og tár fyrr í vetur. Lagið er eftir Oddgeir Kristjánsson við texta Ása í bæ. Ég veit þú kemur í kvöld til mín, þótt kveðjan væri stutt í gær. Ég trúi ekki á orðin þín, ef annað segja stjörnur tvær. Og þá mun allt verða eins og var, sko áður en þú veist. Og þetta eina sem út af bar, okkar á milli friði leyst. Og seinna þegar tunglið hefur tölt langan veg, þá tölum við drauminn sem við elskum þú og ég. Ég veit þú kemur í kvöld til mín, þótt kveðjan væri stutt í gær. Ég trúi ekki á orðin þín, ef annað segja stjörnur tvær. Ef annað segja stjörnur tvær.
Næstur á sviðið er Pétur S.T. Arason kennari og ætlar hann að flytja kveðju starfsfólks og eftir honum kemur Birgir Jónsson skólameistari hingað upp með loka kveðju. Gjörðu svo vel, Pétur. Ágætu útskriftarnemar, skólameistari, starfsfólk og aðrir gestir. Að vera í vaffa, ekki gaga, þeir sem eru þar tala ekkert bla bla bla, þar er ekkert fall, því síður svall og við stjórnvölinn hér situr engin vondur kall. Já, takk. Það eru mikil sannindi sem að fólkin í texta skólasöngsins okkar sem að því miður fær að heyrast allt á sjaldan, sérstaklega síðan að Doddi á Skorrastað hvarf á braut. Misskiljið mig ekki, hann er alveg lifandi ennþá, hann er á bænum sínum á Skorrastað að taka á móti lömbum akkurat þessa stundina. En textinn, hann er eftir Smára Geirsson sem var fyrsti skólameistari í Verkmenntaskóla Austurlands og ég ætlum bara að stinga upp á því að við gerum þessum söng, hefjum hann til vegs og virðingar svona á afmælishátíðinni í haust og bara alla framtíð. Ég hef sagt það oftar en á fingrum fær talið að skólinn okkar er örugglega sá besti á landinu ef ekki þó víðar væri leitað. Og af því okkur leiðist ekki að hreykja okkur af nemendum okkar eins og vinur minn Þorvarður Sigurbjörnsson sagði áðan, þá ætla ég bara aðeins að gera það og vegna þess að nýlega þá heyrði ég af einum ágætum fyrir nemenda sem við útskrifum fyrir einhverjum árum síðan og hann er sem sagt núna í háskólanámi í Danaveldi og hefur mikið að gera við það að kenna íslenskum samnemendum sínum svona ýmislegt og svo nokkur ár síðan að við fengum að heyra af fyrrum nemanda okkar sem var í tölvunarfræði í Háskóla Íslands sem var að kenna MR-ingum stærðfræði. Þannig að þið vitið það ágætu útskriftarnemar hvað býður ykkar þegar þið farið í frekara nám. Lærifaðir sé, ljúft hér að vera, nema sé fyrir þessa grefilsnema, segir í einu ágætu lagi hljómsveitarinnar DTT Skordýreitus. Og þið kannski munið það að ágætt er betra en gott. En mér langar reyndar að pínu að vera ósammála ljóðmælanda í lagsins. Þetta ætti nefnilega að vera þannig, sko. Lærifaðir er ljúft hér að vera vegna þessa ágætu nema. Og þið vitið það að ágætt er betra en gott. Það nú gjarnan á stundum sem þessum að maður verður svolítið meir og tár læðast á hvarm. Við eftir að sakna ykkar. En hvers vegna í ósköpunum er það að við útskrifumst alltaf frá okkur besta fólkið? Mér langar að lesa þá fyrirsögn í miðlunum svona eftir þessa útskrift. Vaffa best í heimi útskrifar besta fólkið. En ágætu útskriftarnemar, fyrir hönd starfsfólk þá segi ég bara takk fyrir, gaman að fá að kynnast ykkur og vegna ykkur sem best í því sem þið takið ykkur fyrir hendur að lokna þessum áfanga. Ég veit ekki alveg hvernig maður á að koma eftir bæði Pétur og svo Þorvaldi, en allt í lagi. En kannski bara til að minnast á eitt að þau eru búin að koma þess inn á náleiðin í skólanum og hvað við þekkjumst öll vel og þið sáu það að það í lagi fyrir Þorvald að koma einn upp og gera grín af skólameistaranum. Ég held að það sé ekki sjálfgefið alls staðar, við skulum bara hafa það á hreinu. Ég get líka ekkert gert, ég er búin að útskrifa, það er annað mál. Heyriði, kæru útskriftarnemar, bara innilegar hamingjóskir með áfangan
Og mig langar til að þakka ykkur fyrir að hafa tekið þessa ákvörðun að velja Verkmenntaskóla Austurlands og í rauninni með því trúa á skólan okkar. Eins og við höfum komið inn á, við höfum ótrúlega marga styrkleika og við þurfum að standa vörð um skólan okkar, tala hann upp og bara taka höndum saman. Og ég alveg viss það að þótt að þið séuð að ljúka ákveðnum áfanga, þá eigið þið mörg hver eftir að koma aftur til okkar. Við erum með alls konar nám í boði þannig að ég hlakka til að taka á móti ykkur aftur. Og mín skilaboð til ykkar, hvað sem tekur við hjá ykkur í lífi og starfi núna, munið að gera það sem að þið viljið. Það sem í ykkar hjarta og það sem að veitir ykkur hamingju. Og eins og Hafrún sagði áðan, verið óhrætt að taka ákvarðanir, vera tilbúin að skipta skoðun og breytum kúrs. Það á að vera þannig að þið stillið ykkur sjálf ykkar vegvísi þannig að þið njótið ferðarinnar. Þið og engin annar. Ég hlakka til að fylgjast með ykkur áfram eins og Pétur kom inn á, þá eru nemendur okkar í alls konar verkefnum, alls konar stuðningsverkefnum og hinn og þessu eftir nám, þannig að ég hlakka til að fylgjast með ykkur áfram. Eins og áður kom fram, þá skólinn 40 ára þessu ári og það komið gríðarleg pressa hérna á okkur og afmælisveislan verði vel úr garði gerð, en ég vona svo innilega að þið öll sem sitið hérna fyrir aftan mig og þið hérna í salnum, að þið komið og verið með okkur í haust í afmælisveislunni. En allavega, það líður á lokum þessar brautskráningarraðtafnar og þegar ég sé að lengjana hér, þið eru örugglega ekki komin inn til þess að hlusta á mig, en mér langar í lokin bara að þakka starfsfólkinu eins og flest hérna hafa komið inn á. Skólinn byggist upp á stórkostlegu nemendum, stórkostlegu starfsfólki og nemendum og forsjáraðilum. Þannig að mér langar til að biðja ykkur aftur að klappa fyrir okkur öllum, ykkur hér og nemendunum hérna fyrir aftan. Svo eru tvær svona tilkynningar áður en ég slít skólanum. Að athöfn lokinni þá ykkur sem hafi tök á boði kaffi og konfekt hérna í hliðarsal hússins og það verið gaman að eiga nokkrar mínútur saman áður þið haldið út til að halda upp á áfangana með ykkar fólki. Síðan lokaatriði hér og samkvæmt hefð, þá syngjum við saman Sumarkveðju eftir Pál Ólafsson og Margrét Perla, kennari við skólann, kemur hérna og leiðir sönginn, þannig að eftir að ég búinn að slíta skólanum hérna rétt á eftir, þá bið ég ykkur að standa upp og taka undir. Textinn birtist hérna á skjám til hliðar. Verið ekki að trufla mig hérna, ég að klára þetta. En allavega, nú komin að skólaslitum og ég segi Verkmenntaskóla Austurlands slitið í 40. sinn. Bara enn og aftur takk fyrir að vera með okkur og takk fyrir mig. Ó, blessuð vertu sumarsól, svei